Keir Starmer sagði í dag af sér sem forsætisráðherra Bretlands. Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, þykir líklegur arftaki. Landverðir og leiðsögumenn eru ósáttir við að ferðamenn sem ollu miklum skemmdum með utanvegaakstri helgina fái að halda áfram að keyra landið. Þeir vilja harðari viðurlög. Rektor Háskóla Íslands býst við mikilli fækkun nemenda frá löndum utan EES á næstu árum vegna nýrra skólagjalda. Alþingi samþykkti í síðustu viku að herða reglur dvalarleyfi erlendra nemenda. Gott veðurfar í byrjun sumars hefur valdið því að gróðurspretta sérlega góð. Í trjásafninu í Meltungu í Kópavogi blómgaðist skrauteplatré í fyrsta sinn í 15 ár. Tveir 17 ára frumkvöðlar stofnuðu sitt eigið fyrirtæki í litlu tilrauna eldhúsi til að framleiða sorbet-ís. Salan hefur gengið vel og þeir hafa ákveðið að færa út kvíarnar. Gott kvöld. Andy Burnham sem stendur líklegur til að verða næsti forsætisráðherra og leiðtogi verkamannaflokksins eftir að Keir Starmer sagði af sér í morgun. Næsti forsætisráðherra verður svo 7. í Bretlandi á rúmum 10 árum. We did it! Verkamannaflokkurinn vann stóran sigur í þingkosningunum fyrir 2 árum. En síðan þá hefur flokkurinn og Keir Starmer verið á nánast stöðugri niðurleið. Erfiðasta málið var líklega skipun Peters Mandelson, góðs vinar Jeffrey Epstein, í embætti sendiherra í Bandaríkjunum. Stórsigur Andys Burnham sem margir vilja að taki við embættinu í sérstökum þingsætiskosningum á fimmtudag var kornið sem fyllti mælinn. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. Starmer átti erfitt með að leyna tilfinningum sínum þegar hann sagðist ætla að sinna mikilvægasta starfinu. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Burnham sór eið sem þingmaður síðdegis í dag. Hann þakkaði Starmer fyrir vel unnin störf. And confirm that I will put myself forward in the process that will soon be underway. Þar á hann við leiðtogaval sem hefst 9. júlí. Burnham sem var þingmaður í 15 ár og ráðherra tíma áður en hann varð borgarstjóri í Manchester sem stendur langt líklegastur til að hreppa hnossið. Ef enginn býður sig fram á móti honum, gæti hann verið orðinn forsætisráðherra innan mánaðar. Nýr forsætisráðherra verður svo 7. á rúmum 10 árum, eða síðan David Cameron sagði af sér eftir Brexit þjóðaratkvæðagreiðsluna. Á morgun eru 10 ár frá þeirri atkvæðagreiðslu. I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. With enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. And when the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. You have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur, velkominn. 7 forsætisráðherrar á rúmlega 10 árum. Þetta er nú ekki til marks um mikinn stöðuleika í stjórnmálum í Bretlandi. Nei, þetta er býsna mikið og ef þú tekur næstu 7 á undan þá tók það 50 ár að komast í gegnum þá. En það má segja að frá 2008, frá efnahagshruninu 2008, þá hafi óstöðuleiki verið í breskum stjórnmálum sem að síðan kristallaðist í Brexit-kosningunni fyrir réttum 10 árum á morgun og síðan þá er þetta 7 forsætisráðherrar og með þeim sem að sagði það til dag. Hvað var það sem að varð Starmer að falli? Já, það er náttúrulega nokkuð rannsóknarefni að maður sem að næra leiða verkamannaflokkin til stórsigurs í kosningum í júlí 2024 með 174 seta meirihluta að innan við 2 árum síðan sé hann fallinn af stalli. Það er líklega vegna þess að honum tókst ekki að sannfæra almenning eða þingflokkin sinn hvaða plani hann var að fylgja. Það var ekki ljóst hvert Bretland var að stefna undir hans stjórn og tiltrúin á að hann geti leitt Breta inn í og verkamannaflokkin í næstu kosningum. Flokksmenn hættu að trúa á það að hann var í rétti maðurinn. Það kom upp
mál eftir mál, það sem svona grófa hans undan trúveruleika hans og svo það Epstein-skjölin sem að draga fram staðreyndir Peter Mandelson, manni sem hann skipaði sem sendiherra í Washington, að það hafi verið býsna erfitt fyrir flokkin og fyrir þjóðina að horfast í augu við það. Og svo koma sveitarstjórnarkosningar, það koma aukakosningar, það sem að það virðist bara ekki vera að hann hafi það sem þarf til þess að leiða flokkin næstu kosningum og þá reiðir flokkurinn til höggs og það núna sem hann lætur undan. Andy Burnham líklegur arftaki, hefur svo sem ekki gefið út ennþá að hann muni taka slaginn, en gerir hann það? Einhverjir aðrir líklegir til þess að fara á móti honum? Nei, það ekki þannig. Andy Burnham hefur verið núna í svolítinn tíma, hann uppnefndur konungur Norðursins sem borgarstjóri í Manchester, fæddur nálægt Liverpool og kemur svona úr þeirri átt, það sem svona kjarnafylgi fyrir verkamannaflokkin. Hann hefur tvisvar áður boðið sig fram sem formann í verkamannaflokknum án þess að eiga erindi sem erfið, það var næst neðstu 2010 en síðan tapaði hann fyrir Jeremy Corbyn 2015. Núna hefur hann hins vegar komið fram sem vinsæll borgarstjóri í Manchester og þykir líklegur til þess að geta leitt flokkin í næstu kosningum, allavega virðist flokkurinn hafa trú á því. Hans keppinautur Wes Streeting sem fráfarandi heilbrigðisráðherra sem sagði af sér fyrir skömmu, hann gaf það út í dag að hann myndi ekki keppa og myndi styðja Andy Burnham. Ætli ykkur annar að koma fram þá þarf viðkomandi 81 atkvæði í þingflokknum en það ekki á þessari stundu líklegt að neinn fari þangað. En líklegt, örstuðsónlokkin, líklegt að Burnham eða hver sem tekur við boðið til kosninga áður en að kjörtímabilið úti? Það myndi ég telja frekar ólíklegt en auðvitað fer það eftir því hvernig þetta gengur. Núna væntingar til þess að Burnham geti lyft gæfu verkamannaflokksins. Flokkurinn að mælast í 18% á meðan Nigel Farage og Reform-flokkurinn að mælast í 24%. Það kannanir sem sýna það að verði Burnham leiðtoginn, þá muni gæfa verkamannaflokksins aukast. En hann mun mæta samskonar vandamálum og starfmeir, hann mun þurfa að sannfæra flokkin og þjóðin að hann þekki leiðina fram. Takist hún það ekki, veit engin hvað framtíðin byrja skutt sér. Fylgjumst með þessu áfram. Takk fyrir komuna, Kristján Guy Burgess. Skemmdir eftir utanvegaakstur ferðamanna á hálendinu helgina eru með því versta sem sést hefur að sögn landvarða í Hrauneyjum. Þeir komu fyrir tilviljun auga á mennina í gær og gerðu lögreglu viðvart. Þeir voru líklegast á leiðinni þá inn á Fjallabak, inn á friðlýsssvæði. Sem utanvegaakstur, þannig að við vildum bara ná tali á þeim og helst snúa þeim við áður en þeir kæmu inn á svæðið. Og þeir stöðva áður en þeir fara inn af malbikinu og þá gefum okkur tal við þá. Og ég tala við þá og svona, maður náttúrulega ekki alveg viss hvort að þetta séu þessi menn en þeir, svo sem kom fljótt í ljós að þetta voru þeir menn sem við höfum verið að leita af. Mennirnir voru með myndir í símum sínum af utanvegaakstrinum. Þeir komu hingað til lands með Norrænu á velbúnum landrófurjeppum og sást til utanvegaaksturs þeirra meðal annars á lokuðu svæði við Kötlujökul, Einhyrning og í Hvanngili. Miðað við myndir með því verra sem að ég hef allavega séð og ég er búin að vera í 7 ár. Landverðirnir voru í símasamskiptum við lögregluna á Suðurlandi sem ræddi svo við einn mannanna í síma. Við heyrum af hans hliðs samtalsins að það verið að biðja að fara á Selfoss í skýrslutöku. Eftir að hafa farið í skýrslutöku hjá lögreglu og greitt sekt héldu mennirnir för sinni áfram landið og komu hingað inn í Landmannalaugar klukkan 10 í gærkvöldi. Ferðaþjónustaðlar eru ekki par sáttir. Það þarf að vera bara mjög skýrt. Ég bara eiginlega svolítið svektur yfir því að sjá þessa bíla hérna. Hérna þeir bara að halda áfram í fríinu sínu. Viðurlögin við akstri utan vega eru sektir sem geta verið alltaf 1 milljón en upphæð sektar matsatriði hverju sinni. Frönsku ferðamennirnir greiddu 100.000 í sekt og málinu lokið. Þessir menn ástæða fyrir því að vegum lokað og við fáum ekki að gera það sem við viljum gera sem að bara umgangast náttúruna á ábyrgan hátt. Þannig að maður fer svolítið reiður þegar menn gera svona og mér finnst bara persónlega að það sé bara alls ekki tekinu hart á þessu. Sektirnar þurfa að vera tekjutengdar, það þarf að taka bílinn af fólkinu, það þarf að láta að svíða það sem virkilega sárt. Og þetta fólk með þessa bíla, búið að sér útbúa þessa bíla, eyða rosa miklum tími að gera á, bara taka það að þeim. Eða setja það á einhvers konar vörslusviptingu þangað til þeir fara á landinu.
Auka þarf fræðslu afleiðingar utanvegaaksturs til ferðamanna sem koma til landsins, segja landverðir. Það ekki innan einu friðlýsisvæði, þannig það engin landverðir þarna. Þannig að þetta hefði aldrei frést ef almenningur hefði ekki látið vita af þessu. Þarna getum við þakkað bara ótrúlega góðri samvinnu bara háleiti samfélagsins. Ráðherrafundur EFTA-ríkjanna hófst í Hörpu í morgun. Þar hittast fulltrúar ríkjanna Íslands, Noregs, Sviss og Liechtenstein og ræða sameiginlega hagsmuni í breyttri heimsmynd. Við þetta tækifæri var undirrituð uppfærsla á landbúnaðar hluta fríverslunarsamnings EFTA og Palestínu, en samningurinn sjálfur hefur verið í gildi frá aldamótum. Mohamed Al-Amour, efnahagsráðherra Palestínu, undirritaði samninginn og sagði slíka samninga mikilvæga í þeirri baráttu sem þjóðin háir fyrir tilvist sinni. Agriculture means the land means the source of the people and the determination of our people to coexistence in this struggle with the Israelis. I hope this agreement will support our people in this very, very tough days, which we are facing a lot of challenges for the existence of our people. Utanríkisráðherra Noregs sem sækir fundinn óttast að EES-samningurinn nægi ekki alltaf til að vernda efnahagslega hagsmuni ríkjanna í breyttri heimsmynd. Hann telur Íslendinga eiga möguleika á góðum aðildarsamningi við Evrópusambandið en Norðmenn hafi engin áform að sækja aðild. Á ráðherrafundinum hafa fulltrúar EFTA-ríkjanna rætt sín helstu hagsmunamál. Utanríkisráðherra Noregs segir tollastríð Bandaríkjanna aukinn styrk Kína og ógn við fríverslunarsamninga meðal þess sem hefur áhrif á EFTA-samstarfið. Meðal annars gerir Evrópusambandið sífellt meira til að verja sína hagsmuni. Det ingen tvil om at vi mer alene nå, og det ikke EUs skyld eller vår skyld, det fordi verden har endret seg. Så EU leter nå i de verktøykassene som Island og Norge ikke med i, nemlig i den felles handelspolitikken og i tollunionen. Tollar sem settir voru á kísiljárn frá Íslandi og Noregi í fyrra sýni að það dugir ekki alltaf að vera hluti af innri markaðnum. Men jeg redd for at vi kommer til å ha en stadig sterkere opplevelse av at EØS-avtalen, selv om den svært omfattende og veldig viktig, ikke alltid tilstrekkelig til å ivareta våre økonomiske interesser. Og dette noe jeg snakker åpent og ærlig om hjemme i Norge. Æti bendir á að EES-samningurinn var upphaflega milli 12 ESB-landa og 6 EFTA-landa. Nú eru ESB-löndin 27 og EFTA-löndin 3. Breytt heimsmynd bætist ofan á það. Og da må vi i hvert fall stille det spørsmålet. Vi riktig oppsatt i forhold til den situasjonen vi nå i? Island stiller det for seg, vi gjør det for oss, men selvfølgelig vi nære broderfolk, og vi følger med hos hverandre. Æti sem sjálfur studdi aðild Noregs að Evrópusambandinu þegar henni var hafnað 1994, segir Norðmenn engin áform hafa að sækja aðild. Þeir fylgist þó vel með framvindunni á Íslandi. ESB vilji fá fleiri velstæð lýðræðisríki inn í sambandið. Og det jeg jo hører i Brussel fra alle jeg snakker med at hvis det sånn at Island på selvstendig grunnlag suverent velger å søke medlemskap forhandle, så tror jeg det god anledning til å få en god avtale. Nemendur búsettir utan EES-svæðisins þurfa að borga full skólagjöld frá og með næsta ári. Rektor Háskóla Íslands býst við töluverðri fækkun umsókna. Alþingi samþykkti á lokametrunum frumvarp sem heimilar opinberum háskólum að innheimta skólagjöld af nemendum utan EES-svæðisins. Með þess á að hagræða þar sem ríkið mun ekki lengur standa undir kostnaði við nám þessara nemenda og leið samræma reglur við önnur Norðurlönd. Í greinargerð frumvarpsins bent á að hlutfall nemenda utan EES sé mun hærra en á Norðurlöndum. Árið 2021 voru umsóknir í Háskóla Íslands utan EES tæplega 1200, en voru tæplega 2600 í fyrra. Þessa miklu aukningu má meðal annars rekja til þess að Noregur hóf að innheimta skólagjöld. Umsóknum fækkaði þó nokkuð á liðnu skólaári, enda þá vita að þessi lagasetning væri yfirvofandi. Ekki liggur fyrir hversu há skólagjöldin verða, en ljóst að kostnaður fyrir þessa nemendur verður umtalsvert meiri en nú Við þurfum auðvitað fyrst og fremst að reikna út hvað kostar í raun og veru að kenna nemanda í fullu námi og þurfum að átta okkur á því hvort að við þurfum að hafa ólík skólagjöld fyrir nemendur í hugvísindum, félagsvísindum eða í raunvísindum eftir til dæmis tilraunaaðstöðu og fleira.
Þessar upphæðir þurfa að liggja fyrir 1. desember þegar innritun fyrir skólaárið 2027 til 2028 hefst. Silja Bára telur einsýnt að umsóknum frá nemendum utan EES fækki verulega. Það hefur verið reynslan í nágrannalöndunum að umsóknum hefur fækkað verulega, það hefur orðið hrun víða til allavega skemmri tíma, svo stundum hefur það kannski aðeins bæst við þegar það fer að vera skýrar líka hvaða tækifæri við höfum til þess að veita styrki, hvaða undanþágur verða veittar. Hversu mikið þó erfitt að segja til því samkvæmt greinargerðinni nær breytingin ekki til íbúa utan EES sem eru þegar með ótímabundið dvalarleyfi á Íslandi. Þetta eru raunar ekki einu breytingarnar sem gerðar voru á huga nemenda á lokadögum þingsins. Skilyrði til fjölskyldusameiningar voru takmarkaðar og eingöngum bundnar við maka og börn en ekki foreldra eldri en 67 ára eins og áður var. Dvalarleyfi til atvinnuleitar eftir útskrift var stytt úr 3 árum í 18 mánuði og gerðar verða meiri kröfur til námsárangurs við endurnýjun dvalarleyfa. Svo eitthvað sé nefnt. Veitur í samvinnu við bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ hafa boðað til íbúafundar í Hlégarði í kvöld vegna jarðhitaborana í Skammadal sem hófust í lok apríl. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður í Hlégarði. Erla, hvers vegna boðað til þessa fundar? Þessi fundur hefst núna 7:30 og hugsaði til upplýsinga og samtals við íbúa hér í sveitarfélaginu vegna jarðvegsmengunar sem borist hefur frá framkvæmdunum í Varmá. Mosfellingar margir hverjir ráku upp stór augu síðasta mánuði þegar áin sem alla jafna tær var gruggu og skipti litum og framkvæmdir voru stöðvaðar tímabundið. Hjá mér hún Brynja Ragnarsdóttir, þú ert forstöðumaður hjá Veitum. Til hvaða aðgerða hafið þið gripið í kjölfarið? Já, ég vil byrja að segja að við skiljum áhyggjur íbúa mjög vel og það miður að það fari grugg út í Varmá. Og það alveg ljóst að við ætlum ekki að byrja að bora aftur fyrir en við höfum fundið lausn þar sem að það fer ekkert grugg út í Varmá. Og við erum bara að vinna að ólíkum lausnum með sérfræðingum eins og en þetta gríðarlega mikilvægt verkefni. Við ætlum að tryggja að setja nægt heitt vatn fyrir samfélagið okkar sem að vaxa en við ætlum líka að gera það í sátt við náttúruna og samfélagið. Og hjá mér líka hann Pétur, þú ert íbúi hérna í Mosfellsbæ. Íbúar hafa margir hverjir á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum lýst yfir miklum áhyggjum. Hvað helst sem þið hafið áhyggjur af? Já, íbúar hafa í rauninni bara áhyggjur af mengun yfir höfuð, hvort sem það þessu tagi eða öðru og finnst í rauninni bara skipta mestu máli að það sé alltaf komið í vekk fyrir svona mengun því þetta tengir saman náttúruna og samfélagið og skadar okkur ekki síður óbeint. Þannig að það bara mjög mikilvægt að hafa til lagi. Þið hafið gert rannsóknir hérna á vatninu. Hefur það verið einhver mengun fundist þarna í vatninu? Já, óháðir sérfræðingar hafa tekið út lífríkið í og við Varmá og við vorum að fá niðurstöðu frá þeim og sem betur fer líta þær vel út og þær sýna það að það hefur ekki orðið tjón á lífríkinu. Það enga vísbendingar fiskdauða eða fækkun fugla. En við að sjálfsögðu höfum yfirfara okkar verklag og erum að innleiða úrbætur því að lífríkið á alltaf að njóta vafans og við erum alls sammála það. Þannig að framkvæmdir mun ekki hefjast allavega á næstunni? Það mun ekki hefjast fyrir fundið laust þar sem grugg fer ekki út í Varmá. Takk fyrir þetta Brynja og Pétur, en við kveðjum þá héðan úr Mosfellsbænum. Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir. Lögreglustjórinn á Suðurlandi og formaður lögreglustjórafélagsins vonar að hugmyndir dómsmálaráðherra fækkun lögregluembætta komi til með að styrkja lögregluna í landinu. Ráðherra hefur á undanförnum vikum verið að kynna hugmyndir sínar sem fela í sér fækkun embætta úr 9 í 4 eða 5. Og dómsmálaráðherra og hennar fólk í ráðuneytinu kom hér á Selfoss og hitti Grím Hergilsson, lögreglustjóra á Suðurlandi. Ég að tala við alla lögreglumenn í landinu til þess að ræða við þá skipulagsbreytingar. Við ætlum að fækka lögregluembættum í landinu, þannig að þau verði stærri og sterkari og lögregla geti náð fram ennþá betri árangur í sínum störfum heldur en í dag Hvað að tala mikla fækkun? Við erum að horfa til þess að embættin verður svona 4 eða 5 talsins. Í dag eru lögregluembættin 9 og þetta því heilmikil fækkun embætta. En mun það veikja lögregluna eða efla hana? Þetta mun hiklaust efla hana. Við erum ekki að fækka starfsstöðum lögreglunar hringinn í kringum landið. Við erum sannarlega ekki að fækka lögreglumönnum. Ég að horfa til þess hvernig við getum gert góða lögreglu ennþá sterkari. En hvernig líst lögreglustjórinn á Suðurlandi og formanni Lögreglustjórafélags Íslands á fækkun embættanna? Mér líst ágætlega á að þetta verði skoðað og lít ákvætt á þetta, svo framalega sem að þetta kemur til með að styrkja lögregluna í landinu. Þú ert viss að það gerist þannig?
Já, ég hef alveg trú á því. Hvað með Suðurland, mun einhverja stöðvar leggjast niður hér eða hvernig verður það? Nei, ég ger ekki ráð fyrir því og ráðherra hefur kynnt þetta þannig að það stendur ekki til í að leggja niður löggæslu eða lögreglustöðvar í landinu þrátt fyrir að það sé verið að skoða þessar skipulagsbreytingar. Gróðurspretta hefur verið einstaklega góð þetta árið á höfuðborgarsvæðinu. Yfirverkstjóri ræktunarstöðvar Reykjavíkurborgar segir sumarblómin gjöful. Þetta eru hluti af sumarblómum sem hafa farið í dreifingu og eiga eftir að fara í dreifingu. Við framleitum svona í kringu 130.000 sumarblóm fyrir Reykjavíkurborg og byrjuðum að sá í febrúar. Þetta er búið að ganga alveg rosalega vel því að við höfum fengið alveg dásamlegt veður. Það er búið að vera hlýtt, það er að vísu búið að vera þurrt en það þýðir bara að við höfum þurft að vökva aðeins meira. Þannig að þetta var góð uppskera þetta árið? Mjög góð uppskera, alveg ábærslega mikil blómgun í trjánum og runnanum og við náttúrulega söfnum fullt af fræjum á haustin og ef við fáum góða blómgun á sumrin og vorin þá þýðir það að við eigum eftir að safna alveg hellingafræjum. Hér er gott dæmi það hvað blómgunin er búin að vera rosalega góð í sumar. Það er hérna á þessu reyni hérna. Ég hef aldrei séð hann eins blómviljaðan eins og hann er núna. Þetta þýðir bara að við fengum alveg einstaklega gott sumar í byrjun. Nærri ræktunarstöðinni er trjásafnið í Meltungu, austast í Fossvogsdal. Þar vaksa tré og plöntur sem hvergi annar staðar er að finna á landinu. Hérna hófst ræktun 1996, þannig að það er 30 ára í ár og er núna að finna 1200 tegundir af trjám og runnum. Hvernig hefur svo sprettan verið þetta árið? Hún hefur bara verið mjög góð og það má sjá víða eins og til dæmis á þessu eplatrið hérna sem við sjáum í aldingarðinum og svo ef allt gengur vel þá er þetta þakið eplum hérna setna í sumar. Hérna stöndum við skrautepli. Þetta er með því glæsilegasta sem er í boði núna. Blómgunin aldrei verið, ég hef aldrei séð blóm á þessu tré hérna áður, á þessu 15 ára síðan það var gróðursett. Þetta tré er ekki ræktað vegna aldinanna, þessi eplana, heldur er þetta blómin. Og sérðu nú blómin sem vaxa hér, eins og friðurinn innra með mér. 2 17 ára frumkvöðlar hafa stofnað fyrirtæki og framleiða sorbet ís sem þeir selja í 2 búðum. Þeir hvetja önnur ungmenni til að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Ég fekk þessa hugmynd seinasta sumar frá kærustunum minni þar sem við vorum heima hjá henni. Hún langaði að búa til ís og við bara gerðum það. En ég hugsaði með mér af hverju væri þetta ekki á íslensku markaði og það var ástæðan af hverju ég ákvað að þróa þetta sjálfur og búið mig til eigið. Og ertu bara sjálflærður þá eða? Já, á mestu leyti sko. Þetta er ekki, ég hef ekki fengið nema þjálfun neitt. Þetta er svona sorbet ís. Þetta er bara ávextir. Hann er ekki mjólkurís, hann er mjólkurlaus, hann er vegan. Fyrstum sinn seldu þeir ísinn í Pétursbúð en hafa síðan fært út kvíarnar og selja nú einnig í Krónunni á Granda. En við viljum fá meira. Við erum ennþá að vinna í því að stækka við okkur. Framleiðslan fer fram í eldstæðinu í Kópavogi sem er atvinnueldhús fyrir matar frumkvöðla. Þetta er svona leigueldstæði fyrir litla framleiðendur, tilvalið fyrir okkur og við fáum hjálp með til dæmis heilbrigðiseftirlitið og fá aðstoð með það að búa til gæðahandbók og slíkt. Og síðan bara borgum við tíman okkar sem við erum hérna, þannig að þetta er bara geggjað fyrir okkur. Er þetta búið að vera erfitt? Ferlið? Já, afar erfitt, sérstaklega með skóla. Búið að vera miklu auðveldara þegar maður er með aðeins meiri tíma. En það hefur verið alveg rosa vesen að klúða þessu inn. Því líka þegar maður þarf að fara á fundi eða eitthvað svoleiðis eða í viðskipti við eitthvað aðra þá þarf maður eiginlega að gera það á skólatíma sko. Báðir eru þeir nemendur í menntaskólanum í Reykjavík og stefna ekki á að hætta í námi til að innbytta sér að ísframleiðslunni. Nei, ekki á þessu stigi. En það væri freistandi ef við náum að láta þetta stækka við okkur. En við erum samt búin að fá allan ég er búin að fá skýr skilaboð. Ég má allan ekki hætta í menntaskóla fyrir þetta sko. Þá ætlum við að líta til veðurs. Hægviðri og stöku skúrir í kvöld og nótt. Grunnlægð nálgast landið úr suðri með strekkings austanátt allra syðst á landinu á morgun.
en annars verður vindur hægari. Það þykknar upp með vætu af og til en úrkomu lítið fyrir norðan. Hiti 8 til 16 stig, svalast í þokulofti við austurströndina. Nánar veðrið á eftir íþróttunum. Lionel Messi eignaði sér í dag markamet HM í fótbolta þegar hann kom Argentínu yfir á móti Austurríki. Þetta var 17. HM-mark Messi. Víkingur heldur áfram á sigurbraut í bestu deild karla í fótbolta. Liðið rúllaði yfir Fram í gærkvöld. Og Jakob Svavar Sigurðsson var þrefaldur Íslandsmeistari á Íslandsmótinu í hestaíþróttum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Skulum við rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Keir Starmer sagði í dag af sér sem forsætisráðherra Bretlands. Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, þykir líklegur arftaki. Landverðir og leiðsögumenn eru ósáttir við að ferðamenn sem ollu miklum skemmdum með utanvegaakstri helgina fái að halda áfram að keyra landið. Þeir vilja harðari viðurlög. Rektor Háskóla Íslands býst við mikilli fækkun nemenda frá löndum utan EES á næstu árum vegna nýrra skólagjalda. Alþingi samþykkti í síðustu viku að herða reglur dvalarleyfi erlendra nema. Gott veðurfar í byrjun sumars hefur valdið því að gróðurspretta sérlega góð. Í trjásafninu í Meltungu í Kópavogi blómgaðist skrauteplatré í fyrsta sinn í 15 ár. Það var þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum á veðri. Við minnum á samfélagsmiðla reikninga fréttastofunnar á Facebook, Instagram og TikTok. Þar birtast fréttir og ýmislegt annað skemmtilegt efni. Við kveðjum að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Jörðin, Planet Earth. Þriðja þáttur þessara stórbrotnu náttúrulífsþátta með David Attenborough jörðina, náttúru hennar og dýralíf á öllum árstíðum. Þættirnir eru talsettir á íslensku en sýndir með ensku tali á RÚV 2. Á mörkum hins byggilega heims, norskir heimildaþættir. Fylgst með fólki sem hefur elt drauma sína einfaldara líf og býr nú á afskekktum stöðum fjarri ís og þys borgarlífsins. Brúðkaupsveislan, samísk kona bindur vonir við að 3000 gesta brúðkaupsveisla sonarinnar færi hana upp metorðastigann. Hún fær börnin sín til að skipuleggja stórveisluna en sá hængur á að systkinunum kemur alls ekki vel saman. Ferjan, eitthvað illt leynist borð í ferju sem fer milli Svíþjóðar og Finnlands og þegar fjarskiptasamband rofnar miðja nótt engin undankomuleið. Á morgun á HM. Klukkan 17 Portugal Úsbekistan á RÚV 2. Klukkan 20 England gegn Ghana á RÚV 2. Klukkan 23 Panama Króatía á RÚV. Og klukkan 2 eftir miðnætti Kólumbía